Ég er komin inn í félagsmiðstöðina á Dalvík og hjá mér situr fyrsti fulltrúi unglinga inn í stjórn Samfés. Þú varst að brjóta blað í sögunni, Sunneva. Hvernig fórstu að þessu? Við vildum nýta þetta tækifæri sem okkur bauðst þarna með þessari lagabreytingu sem var gerð og ákváðum að kýla á það. Það gekk svona ljómandi vel. Var erfitt að taka þessu ákvörðun? Nei, eiginlega ekki. Þetta var bara svona kom. Já. Og við ákváðum bara þarna við 5 sem vorum að prófa þetta bara og ákváðum þá bara að velja mig að því ég var á yngra ári til þess að fara og þannig við sömdum bara framboðsræðu þarna kvöldið og fórum svo bara þarna morguninn og ég flutti hana og það gekk bara svona vel. Hvað var svona inntakið í þeirri ræðu? Hvers vegna sækið það stíft að fá að komast til valda? Við töluðum að þetta leysti vandamál milli stjórnar og ungmennaráðsins og að þetta myndi hjálpa okkur enn meira að raddir unga fólksins ná að heyrast ennþá meira og hafa meiri áhrif í samfélaginu og í samtökunum og þetta væru samtök fyrir ungt fólk, félagsmiðstöðvar og svoleiðis þannig að við fengjum að vera ennþá sterkari þar inn. Nú Samfés, þetta eru fulltrúar 105 félagsmiðstöðva og 11 ungmennahúsa, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Já, og þá það er bara spurningin hvernig hefur rödd unga fólksins heyrst hingað til? Er það þá mest í gegnum ungmennaráðið eða hvað? Já, örugglega. Við í ungmennaráðinu erum svona raddir unglinga á Íslandi nokkurn veginn og stöndum fyrir viðburðum á vegum Samfés og komum að þeim mjög mikið, sérstaklega einum og hjálpum þar af leiðandi til að gera skemmtanir og svoleiðis fyrir unga fólkið. Já, hvaða viðburði komið að helst? Mest komum við að samfestingnum sem haldin fyrstu helgin í mars sem stórt ball og söngkeppni yfir helgi og svo stíll sem hönnunarkeppni haldin í Hörpu og rýmnaflæði sem rappkeppni og svo erum við með landsmótið sem svona það sem ungmennaráðið kosið og það svona landsþing unglinga þar sem unglinga fá að segja sína skoðanir í hópum sem við tökum svo búin til skýrslu og komum frá okkur. Og finnurðu fyrir því að innan Samfés sé hlustað á ykkur? Já, þarna komið staðið það sem við fáum að hafa okkar skoðanir og þær eru virtar og þarna fáum við að koma á framfæri öllu því sem við teljum að mætti gera betur eða bæta eða breyta og eins og núna á aðalfundinum þá fengum við að sitja þarna og hafa kosningarétt og það var rosalega frábært fyrir okkur. Við fengum að segja okkar skoðanir og fara upp í pontu og segja hvað okkur fyndist og það var hlustað og það var tekið mark á okkur. Og þarna kynntum við líka nýjan viðburð sem okkur langar að fara á stað með. Hvað er það? Það kallast samleikur og svona eins og skrekkur svona í Reykjavík sem svona leiklistakeppni sem okkur langar að halda í Hofi og hafa viðburð á Akureyri. Ekki bara þannig að það sparist ferðarkostnaður fyrir okkur sem búum hérna norðanmegin á landinu, heldur líka svo að krakkarnir fyrir sunnan fá að ferðast því að það svo rosalega gaman að fara í ferðalögin með félagsmiðstöðinni. Þannig að þið stefnið á þetta, var vel tekið í þessu hugmynd? Mjög vel. Og það var skipuð nefnd sem ætlar að fara í þetta og við vorum strákarnir sem birtu sögðu frá þessari tillögu, við vorum búin að gera grófa kostnaðaráætlun og þetta var mjög vel unnin hugmynd, mjög vel sett fram því að við vissum ekki alveg hvernig tekið í þetta. Því þetta náttúrulega kostnaðarsamt og allt svona, en það var tekið rosalega vel í þetta og það stefnt að því að prófa að fara á stað með þetta. En þetta mikill lærdómur eiginlega bara fyrir lífið að prófa að taka þátt í svona, heldur það ekki? Mjög. Þarna bara það að sitja á svona fundi kennir manni margt, sko. En það finnst ekki öllum skemmtilegt, en Nei. Þér finnst það skemmtilegt? Já, mjög. Já. Hvert stefnir Sunneva Halldórsdóttir í framtíðinni? Hvað ætlar að gera? Þú ert í 10. bekk núna, kemur frá Dalvík. Hvert stefnir þú? Ég stefni á að fara í menntaskólann á Akureyri og svo langar mig að læra eitthvað tengt leiklist, verða leikari eða eitthvað. En svo náttúrulega draumur líka að vinna í félagsmiðstöð, sko. Já. Hvað það við félagsmiðstöð sem svona heillandi? Starfi að fá að vera með, mér finnst unglingar svo skemmtileg geta verið það og skipuleggja viðburði með þeim og gera eitthvað skemmtilegt og hafa svona staði sem þau geta komið á
og liðið örugg, liðin sem séu þarna í staði sem þeir geta komið og verið örugg og gert nánast það sem þeir vilja. Þarna kynnist maður fullt af fólki og fer í ferðir og það er svo margt sem maður gerir upplifur. Það er alltaf svona ákveðin stemming að mæta í félagsmiðstöðina. En ég heyrði að þú varst að tala hér áðan að þið hefðu farið í ungmennaráðun og hitt menntamálráðherra. Já. Þannig að þið eru ekki bara að vinna með krökkunum og starfsfólki félagsmiðstöðarinnar inn í samfélags, heldur eru að fara með hennar boðskap upp í ráðherra, ef við getum sagt það þannig. Hvernig tók hann ykkur? Hann tók okkur ágætlega. Við vorum hann í marga klukkutíma, alveg heilan dag og menntamálaráðuneytið splæsti í pítsu handa okkur sem var mjög gaman. En hann var þarna í smá stund, hann Illugi, og hlustaði á okkur. Við fengum að spyrja hann bara allt sem við vildum og hann svaraði okkur eftir bestu getu, sem var mjög gaman. Og þarna fórum við að fara, það er mjög gaman að fá svona tækifæri af því að þarna fórum við að fara með hugmyndir unga fólksins á Íslandi ennþá lengra og fá þær alla leið, reyna að koma þeim alla leið og alla spurningar og af hverju þetta svona og af hverju þetta svona. Þarna fórum við svör við þeim. Hvernig litist þér á að fara bara inn á Alþingi og hitta þessa alþingismenn? Það var örugglega gaman. Gaman að sjá hvernig þeir myndir svara því að þeir eru frekar þekktir fyrir að svara svona í kringum allar spurningar. Þannig að ég myndi alveg vilja prófa það hitta fólki í pólitíkinni.